Þetta tröðu ykkur í úrslitaleik Mjólkurbikarsins í gær, hvernig, bara svona Riki aðeins sérst, hvernig gerir þetta upp? Þetta var bara frábær liðsheild og gekk í framstæði við okkur strákunum bara að þrauka þetta í gegn. Skorum ekki mikið en klárum þetta bara í víti og gekk að verja 3 víti og koma klúbnum í úrslit. Bara verð 3 víti, hvernig voru bara svona tilfinningarnar komandi inn í vítaspyrnukeppnina? Það var bara mjög skrítið einhvern veginn. Ég held að ég varði 2 víti áður fyrir keppnina sko. En síðan leið ég varði fyrsta, þá var ég svona, ok, við erum með þetta held ég sko. Ég bara fann það einhvern veginn á mér. Ekki beint þá eitthvað þekktur vítabanni þú sjálfur eða eitthvað? Nei, ég myndi ekki segja það sko. Og örugglega ekki aðrir. Ég hef heyrt það núna í vinnunni sérstaklega að það var einhverju svona efins. En þetta var bara geggjað sko. Það var frábært. Bara eftir að verða þetta 3. víti, tryggir ykkur í úrslit, hvernig voru bara tilfinningarnar þá? Það var einhvern veginn bara alltaf milljón hjá mér. Bara alveg orðleg sko. Ég bara gunnaði beint upp í stúku og sá Jölla, vinn minn, kom og knúsaði hann aðeins. Svo kom bara allir og þetta var bara einn besta tilfinning sem ég upplifað sko. Það var fáránlegt sko. En það háttu uppi síðan í skemmtilegu viðtali við Rúf eftir leik? Já, alveg gríðarlega háttu uppi sko, ég verði ekki ná. Ég vissi ekkert hvernig þetta er náttúrulega fyrsta viðtalið mitt, þannig að ég vissi ekkert hvað þetta segja og bara einhvern veginn, bara alltaf milljón og bara mistið út mér einhvern veginn. Þú veist, kvöldið sé væntanlega vel fagnað? Já, það var mjög vel fagnað. Við fórum og hittum stuðningsmenn og heilsuðum upp á þeim og bara allir í gír einhvern veginn. Allir svo mættir að styðja okkur og við bara skiljum þessu til þeirra. Hversu stórt er þetta fyrir bæjarfélagið að vera fyrsta sinn í úrslitum? Þetta er bara gríðarlega stórt. Þú veist, í fyrra voru við fyrst skipti bara í áttarlega og eins og bara í gær þá voru við fyrst skipti í undanúrslitum. Þannig að þetta er bara, við erum að vaxa bara með hverju ári og þetta er bara gríðarlega stórt og við stefnum bara þetta hærra. Breiðablik í úrslitaleik á Laugardalsvelli, hvernig hljómar þarna? Bara geggjað sko. Geggjað að fara senast á Laugardalsvelli þegar við fórum upp sko. Þannig ég held að stemmingi verið gríðarleg og við getum alltaf að gefa þeim leik sko. Þannig að þetta verður bara hörku spennandi. En svo segir, hafið farið í úrslitaleik í uppspili Lengjudeildarinnar á Laugardalsvelli áður, mun það hjálpa? Já, ég held það. Ég held að gefa okkur smá reynslu svona að spila á svona stóru sviði og bara margir í stúkunni og ég held að mun alveg hjálpa okkur sko. Og við erum allir með, við erum með menn eins og Birkir Már sem eru að spila það í stað, HM og EM og eitthvað og þetta mun alveg hjálpa okkur mjög mikið held ég. Rúmur mánuður leikir, er þetta erfið bið heldur? Nei, ég held að það sé kannski næstu dagar svona 2-3 svona sem þetta fær að setja þinn kannski en síðan er það bara held ég fókus á næsta leik sko. Við tökum þetta bara einn leik í einu sko.